Velkomin á Kickoff fyrir barnastefnum Pírata í Reykjavík, en hún fjallar leik og grunnskóla, frístund, dagforeldra, íþróttir og tómstundir barna og svo félagsmiðstöðvar. Ég Atli Stefán Ingvason og ég formaður Pírata í Reykjavík og ég verð fundarstjóri í kvöld. Nú stendur yfir stefnumótun fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem eru í maí á næsta ári. Unnið í 2 vegna lotum í einu, 2 kvöld í viku á mánudögum og fimmtudagskvöldum klukkan 8 eða 20. Síðasta lota snerist skipulag og samgöngumál og svo og undan velferðarmál. Í kjölfar þessa fundar verður svo 3 málefnafundar til þess að vinna stefnuna áfram. Mánudaginn 7. des, fimmtudaginn 8. des og svo mánudaginn 13. des. Við höfum fengið til okkar 3 öfluga sérfræðinga í málaflokknum í kvöld, sem barnastefna Pírata, til þess að deila með okkur sinni þekkingu og reynslu í málaflokknum. Sérfræðingin eru Margrét Pála Ólafsdóttir, vel unnari barna, stofnandi Hjallastefnunar og öflug reynslukona með áratuga reynslu og þekkingu af málefnum barna og leikskóla. Svo fái hann Björn Gunnlaugsson, aðstoðarskólastjóra Laugarnesskóla, sem árabil beitt sér fyrir því að upplýsingatækni sé nýtt til að bæta skólastarf. Hann stýrði innleiðingu spjaldtölva í grunnskólum Kópavogs á árunum 2015 til 2018 og hefur einnig starfað í Klébergsskóla, Norðlingaskóla, Dalvíkurskóla, Smáraskóla og Langholtsskóla. Björn lítur á sig sem samfélagsmiðlastjörnu og áhrifavald. Það er alveg les. Svo erum við með Ragnheiði Björg Guðmundsdóttir sem félagsráðgjafi, fjölskyldufræðingur og doktorsnemi sem ætlar að fara yfir með okkur mikilvægi tengsla ungra barna við önnur aðila. Við byrjum á framsögu frá þessu góða fólki og sem hefur hvert með sig 15 til 20 mínútur að segja frá og í lokin eftir allar 3 kenningarnar verður hægt að spyrja spurninga. Gert ráð fyrir að viðbrögðum ljúki upp klukkan 9 og þá verður gert smá hlé og eftir það förum við síðan að vinna í stefnumótuninni saman og það er víst hlekkur fyrir neðan þetta streymi. Og ég minna á að þessi viðburður er strengt og það verður tekið upp líka, þannig að það er hægt að horfa á hann líka síðar. En hún, Margrét Pála Ólafsdóttir, hún ætlar að byrja í kvöld, hún stödd í Glasgow og Já, hjartans þakkir. Þegar ég fæ gott boð frá skemmtilegu fólki, þá get ég ekki annað en sagt já takk. Ég mjög kátt að fá að vera með að deila í kvöld og ég þekki náttúrulega langbest leikskólastigið og svo náttúrulega bara líf hjá barnafjölskyldum í 40 ár. Hamingja svona, já, ég sem hún á kornkonan, og eins þekki ég yngsta stig grunnskólans afskaplega vel. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi fá að deila með ykkur, ákveðna vangaveltur og hugmyndir, en þetta er allt í fljóta skrift og tíminn er naumur og ég setti nokkra myndir á inn í PowerPoint og það er sannarsagna svo illa gert að það gæti nánast verið bara orðið smart. Þið vitið, að leggja ekki mjög mikið í eitthvað tækni undur til að skapa nokkra skikkunur. En mér langaði að fá að fara í gegnum það og þá væntanlega ættu þar að detta upp á skjáinn núna. Og ég hef ekki hugmynd hvort það séu komnar á skjáinn. Sem sagt, ég er búin að bjarga þessu sjálf. Hér erum við lögð af stað. Þetta er bara mynd sem að ég varð að fá að sýna ykkur. Málið er að það er vitað að aldurinn, náttúrulega 0 eða við ættum að segja náttúrulega kannski bara frá getnaði og upp að 5-6 ára aldri, að það er aldrei nokkru sinni í lífi nokkra mannesku sem annars er að gerast í þróun heilans, heila tengingum, tauga, frumum, stöðvar að taka við sér og við þetta er áhrifamesti tíminn í lífi fólks. Og allt sem við gerum og allt sem við gerum ekki, það mun sitja í þessum heilafrumum. Og
þetta alltaf samspil, genin, taugakerfið, atferli, umhverfi og endalausar rannsóknir sem sýna mikilvægið fyrir örvandi umhverfi og rétt umhverfi. Og það búið núna og núna meira að segja verið að sýna að örvun frá 3 vikna gömlu barni og þá upp í 5 ára aldur, bara að eftir því sem að með því að auka örvun og úthugsaða örvun, ekki bara hvaða áreiti sem heldur úthugsaða örvun, að þá erum við bara að tala að við erum að bara búa til stærra taugakerfi, að foreldrar eru út úr keyrðir af vinnu á Íslandi, foreldrar ungbarna eru með ótrúlega lítinn tíma til þess að sinna því sem verður komið að seinna á eftir og þess að ákveði taka nú ekki mikinn tíma í það, en það er þessi tengslamyndun barna og nánd lítils barns við fjölskyldu sína, við fólkið sem að elskar þetta barn hvað sem að ágengur. En í staðinn fyrir að virða þennan óendanlega möguleika og þessa framtíð, við erum að snerta bara framtíðina. Ef þið hugsið aftur myndina af þessu elsku barni með opið viðkvæma höfuðið sitt, allt að gerast og í staðinn fyrir að gera allt til að mæta því og þannig af því við vitum að það sem við gerum í dag með börnum framtíðin. Við þurfum ekki að vera að búa til einhverja framtíð, við bara erum að snerta hana. En samfélagið okkar virðist stödd þarna að leikskólinn í raun og veru orðinn eins og neysluvara frá 1 árs aldri. Það ótrúlega streita í samfélaginu og það sem setur Ísland á toppinn í jafnrétti í heiminum það að konur vinna meira úti hér heldur en í nokkru öðru landi. Það það sem setur okkur númer 1 en ekki ívið neðar. Og á þessum tíma þegar að vinnan meiri en í þeim löndum sem við erum að mæla okkur við, að þá vitum við þennan gríðarlega starfsmannaskort á menntuðu fólki, starfsmannaveltan, fjarvistir og á sama tíma og vinnutími styttur og ekkert kemur á móti, þá eru börnin fulla daga, ekkert barn að stytta á sér, það ekki búið að endurskoða í 20 ár eða meira að neinu viti, fjölda barn í rými eða hvað sem Við erum með sérkennslu sem vex og fjölbreytni í tungumálum og menningu, lífsbjörgun Íslendinga náttúrulega, en við þurfum líka að mæta því. Og við erum í íslenskar rannsóknir sem benda til þess að hávaðinn í leik- og grunnskólum sé allt og mikill á heyrnarskaðandi á köflum og að mjög hátt hlutfall heyrir ekki í kennarunum sínum. Kynjabreytan sem ég á eftir að koma á eftir, hún hefur ekki verið viðurkennd í skólakerfinu síðan ég byrjaði að fylgjast með kynjamálum og vinna að stöðu kynjana í skólum, í leik- og grunnskólum og búin að vera að því núna í 35 ár. Hún hefur ekki verið viðurkennd. Og við erum ennþá að byggja samskonar skóla, það þarf ótrúlega mikið til að hreyfa smáatriði eins og dagskrá eða umhverfi skóla. Við erum ennþá að setja stóla og borð inn í öll rými. Það bara að segja ykkur að samkvæmt rannsóknum að þegar börn eru að tileinka sér nýja þekkingu og það verið að mæla það út frá því hver líkamsstaða þeirra Þau geta gengið eða legið eða kropið eða setið á stól eða hvað sem að gera og til að ná minnsta hugsanlega árangri þá borgar sig að þau sitja á stól við borð. Það sama með skólahúsin sem við geymum börn inn í, að það vita núna að þegar börn eða þegar eru að gera rannsóknir á því að fólk að tileinka sér einhverja nýja þekkingu og síðan fara hópartilrauna og samanburðarhópar út að ganga og það eru ákveðnir hópar sem ganga í náttúrulegu umhverfi og aðrir hópar ganga í manngerðu umhverfi
Og aftur kemur það sama út að þeir sem fara út í náttúruna, það sem ekkert er manngert, að þeirra endurheimt í náminu er miklu meiri. Ég er að fara á hundavæði, þið sjáið það. Og ég ætla áður en ég hverf frá til dæmis leikskólanum, þá ætla ég að segja eitt sem er nú ekki eins og hérna á glærunni, en við segjum alltaf að við höfum ekki efni á nokkrum sköpuðum hrærandi hlut. Vitið þið það að lítið eins árs barn sem fer í leikskóla, það er að kosta fyrir 8,5 tíma á dag, og þetta eru tölur frá þessu ári, 380.000. Ég hef stundum sagt, myndi einhver hafa áhuga á því að bjóða fjölskyldu að annast barnið sitt lífi lengur og þá til dæmis svo það væri ekki nema helmingin af því sem að sveitarfélögin eru að borga fyrir neysluvöruna leikskóla handa öllum. Þetta er mjög róttækt. Ég endurtek þetta ekki. Þá er það grunnskóli. Má ég halda áfram? Ég er að tala við mann sem ég held að þið heyrið ekki í, þannig það gerir ekkert til, en ég heyri hvort það er ekkert frá áhorfendum, þannig kannski er enginn að heyra í mér. Nú er ég svona að færa mig yfir í grunnskólann, yngsta stigið. Vellíðan og áhugahvöt barna, þetta er það sem að skiptir mestu máli í öllum árangri og í námi fyrir barn, og velgengni barns í grunnskóla er auðvitað að ná því sem að er verið að fara fram og þar á meðal er læsið eitthvað sem hrópar á okkur. Og sem sagt ástríðan og flæðið eru með fylgni upp á 0,45, bara mjög einfalt. Og það er að sama með passion og grit, sem að gritið er náttúrulega úthaldið og getan sem við sýnum. Að bara þetta að vinna með að börnin okkar séu í flæði í áhuganum sínum og tökum hérna, og þannig þeim takist að beisla þessa innri orku og gleði. Að þá setti ég bara dæmi hérna léttlestrarbók sem er nýkomin heim með einu barnabarninu mínu. Og þetta er ótrúlega áhugavekjandi og náttúrulega kemur öllum í flæðið. Númi á að ná í Nínu, Nína er að róla. Nína má ekki róla núna. Þið skiljið hvað er að fara. Það eru endalaus atriði sem við gætum verið að bregðast við, en við erum ótrúlega föst í þessum viðjum vanans. Hérna ætla ég að koma með glæru sem kemur frá honum Hermundi Sigmundsinni, vini mínum, og baráttumanni fyrir betri heimi fyrir börn. Ég er komin í svolitla klípu. Share screen, share window. Þá þarf ég að gera svona. Þetta er hræðilegt. Ég átti náttúrulega ekkert að fara út úr þessari glæru. Já. Heyrðu, hvernig er þetta? Nú er ég að velja window. Ég ætla að velja þennan hérna window nánar tiltekið. Þetta er ég er að velja þetta. Kæra fólk, ég trúi því og treysti að ég njóti fullrar samúðar og stuðnings í þessu. Gott og vel. En þarna er sem sagt áhugan og vellíðan og hvernig við erum ennþá föst í viðjum vanans. Svo koma nýjar upplýsingar frá Hermundi, baráttumanni og samherja, að mælingar á orðaforða,
Þetta er í Hafnarfirði en þetta gildir að sama allstaðar. Að því á 3 ára börnum á síðustu 5 árum að þá er orðaforðanum að fara aftur. 40% drengja eru ekki læsir eftir annan bekk og síðan eru þeir í grunnskólanum í hvorki meira né minna en 8 ár og þá eru 34% ennþá, má segja, ólæsir. En núna? Og þá getið þið bara haldið áfram hérna. Þið sjáu þessar tölur að á heilum 8 árum þá tekst okkur að færa töluna 40% drengja sem eru ólæsir yfir í 34% sem lesa ekki ennþá sér til gagns. Nú síðan eru náttúrulega staða þeirra sem eru komnir nýir til landsins og ekki með tungumáli tiltækt að 92,5% þeirra eru á grunnskólastiginu, sem sagt, þeir eru bara á hættumörkum hvað varðar íslensku þáttinn. Síðan er það brottfallið. Drengirnir eru 31 á móti 22 hjá stúlkum og hugsið ykkur að það séu 62% þeirra sem koma án tungumálsins til okkar að þeir falla út. Og síðan er kynjahlutfallið orðið hærra hjá okkur en nokkur staðar annars staðar í OECD-löndunum að það eru 70% háskólanemur konur á móti 30% karla og síðan erum við með mestu lyfjagjöfina, minnstu félagsfærnina. Þetta eru bara nokkrar hryllingsstaðreyndir. Og nú vil ég halda áfram og ég ætla að renna núna í gegnum bara nokkrar tölur og skyggnur sem eru ekki glænýjar. Ég tók þetta til fyrir einhverjum 4 árum, það voru þá nýjustu tölurnar, en þetta hefur ekki breyst. Hver er hætta á Norðurlöndunum í framhaldsskólum? Hverjir fara snemma? Það eru Íslendingar. Og þá sérstaklega, konur brottfallið hjá þeim hefur minnkað, en það minnkar ótrúlega hægt hjá körlum og nú er ein sjokkerandi staðhæfing sem er því miður sönn að ef þið getið ímyndað ykkur hver er sem sagt hvaða breyta er stærsta skýringabreytan hjá föngum á Litlahrauni fyrir veru sinni þar. Fólk heldur kannski séu bakgrunnurinn, félagslegar aðstæður, eitthvað í þá áttina. Nei, það er það að þeir eru ólæsir. Fleiri tölur. Hérna sjáum við hvernig Ísland við á rauðu línunni erum að detta niður í samanburðinni við Norðurlöndin. Svo skoðum við hérna OECD mælingarnar og þar sjáum við að sama hjá okkur að OECD meðaltalið að við sökkum stöðugt lengra undir það. Síðan skulum við ekki bara bera alla nemendur, við skulum bera bara lesskilning og stúlkur og drengi á Íslandi saman við kynin í OECD og það er nákvæmlega sama að á meðan að OECD með brotnulínurnar eru frekar aðeins að hækka sig að þá erum við ennþá í falli, frjálsu falli. Þetta hefur ekki breyst samkvæmt tölum frá Menntamálastofnun, ég náði ekki að setja þær inn, en þetta eru sömu tölurnar sem sagt í dag. Síðan eru svona hinur og þessir að reyna sitt besta, en heildarfastinn í kerfinu er ekki að skila nógu. Ég ætla að sýna hjallastefnuna sem er búin frá 2003 að vera að vinna með börn á yngsta stigi grunnskóla í beinu framhaldi af því sem sagt í beinu framhaldi af leikskólanum okkar. Og lesfimmin á landsvísu, við erum langt yfir landsvísu, alltaf hreint. Þá er alltaf sagt við mig, það er nú engin vandi að vera yfir landsmeðaltalið, það er svo lágt. Og
og þetta og svo nú drengirnir, hvað með þá? Þeir standa nú sérstaklega illa. Fínt, hérna er höfuðborgarsvæðið og drengirnir sem hafa verið í litlu hjallastefnuskólunum sem hafa unnið með aðrar aðferðir. Við sjáum munin á þeim. Kíkjum bara á stærðfræðina líka. Það er það sama að það er marktækur munur ár eftir ár hjá þessum krökkum sem koma til okkar. Þannig að það er hægt að ná árangri. Það er fastinn, það er lítt hreyfanlegt skólakerfi, það eru lítt sveigjanlegar námskrár, of lítið traust á fagmennsku kennarana, of mikið kerfisbákn, sem að ég myndi segja svona í fljótu bragði að væri draumur minn að sjá fólk ræða í nýrri og framsækinni menntapólitík. Að það sé raunverulega hort á vísindi, hort á rannsóknir, hort á niðurstöður þeirra sem að prófa nýjar leiðir og að gefa skólafólki frelsi til að prófa sig áfram. Þetta er minn hjartans draumur og þegar ég sjá stjórnarsáttmálan á sunnudagskvöldið væntanlega, þá fékk ég svona bara gleði kast sem ég hef ekki fengið lengi við að skoða opinber plögg. Hérna kemur úr menntakaflanum, efla þarf íslensku. Já, sem sagt, það á að leggja sérstaka áherslu á að rýna stöðu kynjanna í skólakerfinu og koma til móts við ólíka þarfir. Segi ekki meira, það er von, en í guðanna bænum gerum eitthvað. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Margrét. Þetta er svo sláandi tölur hana sem koma fram en það er von og von á leiðinni. Næst ætlum við að fá hann Björn Gunnlaugsson, aðstoðarskólastjóra. Gjörðu svo vel, Björn. Ég er á mute. Ég er ekki lengur á mute. Heyrið þið mér? Já. Dásamlegt. Heyrðu, bara takk fyrir að bjóða mér að vera með. Ég ætla aðeins að tala við ykkur svona mínar hugleiðingar alls konar í sambandi við skólastarf, en það er kannski svona ákveðin fókus sem er aðkoma stjórnmála að skólamálum. Gaman að segja frá því að þetta er í annað skipti á ævinni sem að ég fæ að taka þátt í svona málefnafundi skólamál hjá stjórnmálahreyfingu. Síðast var það öðru hvoru með við síðustu sveitarstjórnarkosningar sem að mér var boðið að koma niður í Valhöll og tala kosti og galla þess að banna snjallsíma í skólum. Sjálfstæðismenn vildu svona fræða sína sveitarstjórnarfulltrúa allar hliðar þessa máls og vildu fá fram svona öfgalausa umræðu þetta. Þau fengu annars vegar mig og hins vegar Björn Hjálmarsson, nafna minn, barnageðlækni á BUGL, og þetta var svo umræða alls ekkert öfgalaus, alls ekki sko. En það gleður mig að fá að tala við ykkur Pírata. Píratar eru að mínum mati eini alvöru stjórnmálaflokkurinn á Íslandi. Hitt eru annarkvort saumaklúbbar eða wannabe glæpagengi. Ég ætla að segja ykkur fyrir það fyrsta að skólakerfið okkar á Íslandi, það er að mörgu leyti á mjög góðum stað. Það hefur átt sér stað vakning undanfarin ár. Sérstaklega varðandi nýtingu á upplýsingatækni, eins og þið sáu kannski í blörbinu með, þá er það svona mínar ær og kýr. Og það er ekki bara tæknin sjálf, heldur hvernig tækni getur stuðlað að skólaþróun og skólabót. Á sama tíma þá erum við samt ennþá í þeim veruleika að skólakerfi eru í eðli sínu dálítið íhaldssöm og svona hægfara kerfi, og fagmennska í skólastarfi birtist bæði í því að við innleiðum nýja hluti frábærlega vel og líka í því að við höldum áfram að gera ranga hluti afskaplega vel. Dýrasta setningin í sögu menntakerfis eða skólakerfa jarðarinnar, hún er þessi: við höfum alltaf gert þetta svona. Ég ætla aðeins að kynna sjálfa mig. Ég er sem sagt aðstoðarskólastjóri í Laugarnesskóla og hef starfað við menntamál í tæp 17 ár.
kom inn í skólastarf úr sviðslistageiranum og óvænt. Ég af X-kynslóðinni, rétt svo, ég fæddur 1969 sem þýðir að ég fékk tækifæri til þess sem svona 12 ára barn að fara á forritunarnámskeið og forrita Atari tölvur og var svo heppinn að stunda háskólanám í Carnegie Mellon rétt undir lok áttunar, þar sem að tölvupóstur og internet voru að svona hefja innreið sína. Ég hugsanlega með svona síðustu Íslendingunum sem að upplifa upplýsingatækni sem eitthvað nýtt en ekki sem eitthvað sjálfsagt, sem bara eðlilegu partur af lífinu. Og þegar ég fór í kennslu og fór að kenna mér yngra fólki sem að þá þessari kynslóð sem við köllum innfædda tækniborgara, digital natives, þá sá ég það í fyrsta lagi mjög snemma að það skilaði mjög litlum árangri að kenna eins og mér hafði verið kennt á sínum tíma. Og ég tók líka fljótlega eftir því að nemendur vildu nýta sér tækni og ef þau gátu það þá voru þau áhugasamari og þau unnu oft betur. Þannig að ég fór strax að fikra mig út í það að leggja fyrir þannig verkefni sem kennari, að láta nemendur gera myndbönd og glærukynningar, vinna með hljóðupptökur, láta þau fá efni til að hlusta á og náttúrulega lestur og ritun og sköpun og allir þessu hlutir. En á þessum árum, þessum fyrsta áratug 21. aldar, þá var veruleikinn frekar svona nöturlegur. Það var ekkert óalgengt að í 40 mínútna kennslustund, þar sem við vorum að láta nemendur logga sig inn á einhverjar ThinkPad fartölvur og þá fór svona hálfur tíminn í að bíða eftir að þau getur loggað sig inn. En svo kom iPadinn, svo kom spjaldtölvan þarna upp úr 2010 og breytti öllu. Allt í einu var bara hægt að láta nemendur fara beint af stað, byrja strax að vinna að alls konar verkefnum og einmitt eins og þetta sem ég að tala um. Gera myndbönd, vinna með hljóð og fleira slíkt. Ég stóð að með kollegum mínum fyrstu innleiðingu iPada í Norðlingaskóla árið 2012 og það gekk vel. Ég var síðan ráðinn fáeinum árum síðar í Kópavog 2015 þegar að heilt sveitarfélag tók þá djörfu ákvörðun að láta spjaldtölvur í hendurnar á öllum nemendum. Núna ég að vinna í Reykjavík, árið 2021 og borgin svona loksins að vakna, það er margt að fara í gang og út allt land að þá hefur þetta verið að gerast undanfarin ár. Sveitarfélög eru að veðja á tækni í skólastarfi. Það var margt breyst á þessum tíma, tæknin í rauninni búin að sanna gildi sitt í skólastarfi, ekki bara tæknin sem slík, eins og ég sagði áðan, heldur að tæknin gefur okkur tækifæri til að vinna með þeim hætti í skólastarfi sem 21. öldin kallar á. Kennarar bara tekið í fangið þá skólaþróun og umbætur sem er hægt að ná með nýtingu tækninnar. Nú ætla ég ekki að sýna ykkur glærur af því að stundum það þannig að þegar maður með glærur þá bara dottar fólk á meðan og hlustar ekkert á þegar maður að tala og sendir maður svo tölvupóst í lokin og segir, heyrðu, má ekki bara fá glærurnar? En svona til þess að þau þurfi ekki bara að horfa mig inn í herbygginars pésa svona míns, þá ég með eina glæru sem ég ætla bara að fá að setja í gang ef mér tekst það. Og sjá, svona. Glæruna mína. Engin glæra, fjandinn. Heyrðu, hvað gerum við þá? Ég ætla að fara, ég glæru. Deili skjánum. Ég í Chrome, sko. Heyrðu,
Skít með það. Skít með það. Við höldum bara áfram. Glæra var bara 5 ára brandur hvað sem er. Mér langar að segja ykkur því að ég er að lesa bók þessa dagana. Ég reynda lík því, ég er löngu búinn að lesa þessa bók. Ég les alveg bækur, þó ég sé svona einhver svona tækni og spjaldtölukall. Og var frekar lengi að lesa þessa bók, þannig að Illugi Gunnarsson, hann yrði líklega ekki ánægður með mig. Það er allt í lagi, ég var ekkert sérlega ánægður með hann heldur. Hann lagði mikla áherslu á það í sinni ráðherratíð að nemendur ættu að læra sem allra mest að vera fljótari að lesa. Og hann lagði allt of mikla áherslu á þetta að mínu mati og ég held að það hefði haft mjög skaðleg áhrif á íslenska skólakerfið sem mun taka langan tíma að vinda ofan af. En hann lét á sínum tíma eins og það var honum rosalega mikið hjartans mál. Og hann notaði meira að segja þessa sömu pælingu og Magga Pála var með áðan. Hann talaði einhverjar rannsóknir sem sýndu fram á það í Bandaríkjunum að það veri fylgni á milli árangurs í lestrarprófum og þörfinni fyrir fangelsisbyggingar. Ég hef það fyrir satt að sú mýta sé ekki alveg rétt en skipt með það. En hvar er Illugi Gunnarsson í dag? Ef þetta var honum svona mikið hjartansmál. Er hann að mæta í skóla og láta börn lesa fyrir sig og hjálpa til með þetta? Nei. Hann er náttúrulega búinn að snúa sér að sinni sönnu köllun í lífinu, sem að tapa annarra manna peningum, en burtséð frá því, hans ráðherratíð ætti að vera ykkur sem ætlaði að fara út í að stýra skólamálum og móta þessa barna- og skólamálastefnu Pírata. Þetta ætti að vera ykkur víti til varnar vegna þess að það sem Illugi vildi gera, það var fyrst og fremst að draga úr kostnaði, sem er alveg valid markmið. Illugi hefur hins vegar ekki mikið vit á menntamálum, en hann hefur dálítið vit á business og hann beitir þessu viti sínu á skólakerfið. Talaði skólakerfið eins og væri bara svona, ég veit ekki, smjörlíkisverksmiðja og það var rosa lítið mál að framleiða meira smjörlíki. Það eina sem við þurftum að gera væri bara að auka hraðan á færibandinu. En skólamál þau eru miklu flóknari heldur en business. Og það eru góðu fréttirnar fyrir ykkur. Það er fullt af frábæru og kunnáttusömu fagfólki í íslenska skólakerfinu og það gáfulegasta sem að þið Pírata gerið þegar þið komið út í stjórnsýsluna, það er að leyfa þeim að sjá skólamálin. Eins og Magga Pála sagði áðan, treysta fagfólkinu. En þessi bók sem ég er að tala sem sagt, hún fjallar framtíðina og í þessari bók er einn kafli menntamál sem að mér finnst svolítið hitta naglan á höfuðið. Höfundi segir þar að fyrir 1000 árum, og sennilega var það líka þannig fyrir 100 árum, þá gátu börn skósmiða nokkurn veginn treyst á það að þegar þau yrðu fullorðin og þá myndi fólk ennþá þurfa skó. Heimurinn var ekkert að breytast sérstaklega hratt. Þannig að það var bara safe bet ef pabbi sagði, þú skalt læra að vera skósmiður eins og ég, þá bara gátu krakkarnir treyst í að pabbi vissi hvað hann var að tala og gerði það sem hann sagði. Þetta er núna gjörbreytt. Grundvallarbreytingin er sú að fullorðið fólk hefur í dag ekki hugmynd hvernig heimurinn verður eftir 20 ár. Og höfundur í þessari bók sem ég er að lesa, hann ráðleggur þessuna ungu kynslóðina hlusta ekkert endilega á fullorðið fólk vegna þess að það skilji ekki heiminn eins og hann er. Kannski pínur þess vegna í því, þú veist, fullorðið maður að ráðleggja börnum að hlusta ekki á fullorðið fólk, en allt í lagi. Kjarninn í því sem hann er að segja er samt það að þegar að framtíðin er svona óviss og þegar þessi mikla breyting hefur átt sér stað að aðgengi að upplýsingum er núna bara gersamlega óþrjótandi, þá þýðir ekkert lengur að ætla bara að vera í skólastarfi að tróða börn full af upplýsingum. Þau geta nálgast upplýsingar hvenær sem er. Það sem við þurfum að gera er að kenna þeim að vinna úr upplýsingunum. Þannig að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur spurningunni, hvernig fer nám fram? Og börn í dag, þau svara þessari spurningu öðruvísi heldur en ég og mín kynslóð. Þegar ég var í skóla þá fór nám þannig fram að við sátum inn í stofunni og kennari kom inn og sagði okkur hvað við varum að fara að fá að læra í dag. Og einn daginn var það Belgía og við lærðum að höfuðborginni Brussel og það eru tölur flæmska og franska og
iðnaður og landbúnaður og ef við gátum þetta þangað til í maí og svaraði á prófi og þá erum við góðir námsmenn. Þetta er ekki svona lengur. Allt í lagi. Það er einfaldlega þannig að börn og unglingar í dag, þau hafa bókstaflega alla þekkingu, visku og reynslu mannkyns í lófanum. Og ef þau vilja læra að spila introið í Stairway to Heaven á ukulele, þá þurfa þau engan kennara. Þetta var búið til sem brandari einu sinni að þetta væri svona, en þetta er reyndar satt. Það eru til ekki bara eitt og ekki tvö. Já, yfir til þín Atli, ég er hættur að tala. Já, takk fyrir Björn. Já. Næst á dagskrá er Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir, félagsráðgjafi, fjölskyldufræðingur og doktorsnemi. Og hún ætlar að fara yfir með okkur mikilvægi tengsla ungra barna við önnur aðila. Gjörðu svo vel, Ragnheiður Guðmundsdóttir. Já, góðan daginn. Gaman að fá að með ykkur. Ég er að reyna að finna þín út í hvernig ég á að séra glæruna með ykkur. Af því ég er rauninni... Maður sjá, og ég sé að það bara kemur start hérna screen og start screen share og þá ég að fara á það eða ekki og þá kemur ok, share ég ætla að deila sjáu þið núna glæður flott, þannig að ég sé ekki á meðan ég í rauninni hafði hugsað mér að sem sagt sýna ykkur glærur fyrst hvað er rauninni einkenni góða tengsla höfum fyrir börn bara sem veganest inn í framtíðina og í skóla og hvernig sem er. Þannig ég hugsi skauti svolítið hratt yfir fyrstu glærur. Ég heiti sem Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir og hef verið að sérhæfa mig í tengslafræðum þar sem ég er að skoða hættu í tengslahegðun barna við umönnunaraðila. Þannig að ég er að gera rannsókn sem ég mun kynna fyrir ykkur aðeins og eftir þar sem ég er sérstaklega að skoða líka áherslur á því hvort að tengslahegðun sé ólík eftir því með fæðingarorlof þátttöku feðra. Þannig að öll erum við í rauninni byggð með þá grunnþörf að við viljum vera mikilvægi í augum umönnunaraðila og það sem maður sér eins og hvort sem við erum börn eða fullorðin að þá sækjumst við eftir hlýju og þá til umönnunaraðila maka. Ég ætla að skauta bara hratt yfir þetta. Þetta er í rauninni rannsóknir sem hafa verið sýndar og kannski myndi gefa ykkur góða innsýn inn í sem er kannski ekki núna á stefnuskrá hjá okkur eða vinnustofu, að það er í rauninni svona grunnrannsóknir sem hafa verið gerðar á því þar sem við sjáum börn sem að búa við skerta tengslahegðun eða tengslarof og síðan börn sem að hafa í rauninni stefna þessar rannsóknir leiða líkum að því að úrræði eins og vöggustofan hefði ekki átt að vera rekin með þeim hætti sem hún var rekin á þeim árum á Íslandi. En þetta eru svona grunntengslahegðun þar sem við erum að skoða hvað börn eru að leitast eftir og þau leitast eftir hlýju og þau leitast eftir nánd. Þannig að ég ætla nú ekki að dvelja neitt þannig að ég geti komið mér aðalefni. Harry Shugani, hann gerir líka rannsóknir 2001 á börnum sem höfðu verið ættleidd á rómönskum munaðarleysingjahælum og þar sem hann var að skoða því að þessi börn fungeruðu illa, félagslega og voru eftir á í námi og þess háttar. Og hann fór að skoða hvað var. Þannig að með tengslarof við umönnunaraðila að þá bjuggu þessi börn við ákveð sem hann kallaði svarthol í framheilaberki. Þar sem það hefur verið skortur á tengslum og þessar taugatengingar áttu sér ekki stað. Sem að varði þess að þau eiga erfitt með að aðlagast félagslega og sína samkennd og þess aftur og bara fungera í félagslegum samskiptum. Niðurstöðurnar voru þessar í rauninni hann skoðaði 10 börn sem hefur verið vistuð á munaðarleysingjahælum í Rúmeníu og voru síðan ættleidd til Bandaríkjanna. Börnin voru vistuð fyrir 1 mánaða aldur sem er sambærilegt við vöggustofuna þar sem voru vistuð frá fæðingu til 2 ára aldurs og fóru svo kannski frekari úrræði eins og silungapall og fleira. Meðalaldur barna í rannsóknum var 8,8 ár og þau voru á hælinu í 3 ár sirka að meðaltali. Þar sem að þau voru ef við sjáum bara þar sem að við kannski ef við skoðum með tilliti til skóla
að þá voru þessi börn, 6 börn sem sýndu hegðun sem gátu fallið innan greiningarviðmiða DSM-4 módelsins og 6 þeirra gátu fallið undir, eða 3 þeirra uppfyllu greiningarviðmið jaðarpersónuleikaröskunar. Þau áttu erfitt með að tjá sársauka, grét ekki, leitu ekki huggun í umönnunaraðila og þá erum við að horfa til kannski bældrar tengslahegðunar. En það sem ég þótti áhugavert hér og með tilliti til fæðingarorlofstöku feðra á Íslandi, að þá var Ruth Feldman, hún gerir rannsókn árið 2010 á 48 samkynhneigðum karlmannspörum, þar sem að hún hefði áður verið að skoða í rauninni hvað það sem að byggir upp tengsl, líffræðileg tengsl barna og eða mæðra og umönnunaraðila. Og þá gat hún séð að það ákveðin svæði í höfðukonu þegar hún eignast fyrsta barn sem að virkjast í möndlunni og það þessi rauðu punktur sem á myndinni. En aftur á móti hafði þetta ekki verið rannsakað á karlmönnum. Og þetta hefði verið rannsakað kannski á karlmönnum sem voru ekki í hlutverki umönnunaraðila og þar var svæði á karlmönnum ekki um 1/4 af því sem virkjast í konum. En það sem gerist þegar hún fæðir barn og þá kviknar á þessu svæði í möndlunni og það slökknar ekki á því aftur sem gerir því mjög svona lört fyrir því að lesa í þarf í barnaðina, heyra grátur á nóttinni eða hósta eða þess aftar. En Ruth sem sagt gerir rannsókn á 48 pörum, karlmannspörum sem hefðu eignast barn með staðgöngumæðrum og það sem að rannsóknin sýndi að í rauninni þá voru gerðar bæði tekið oxytósin munnvatn úr þeim til að rannsaka oxytósinmagn sem að gefi til kynna hversu fær þú ert í rauninni að tengjast líffræðilega og það var líka tekið sneiðmynd af heila feðranna auk þess sem þau voru skoðaðir á myndum sem voru settir upp á heimili þeirra þar sem voru að leika við börnin sín. Og niðurstöður sýndu að karlmenn, að mandlan hjá karlmönnum, ef þeir eru umönnunaraðilar, voru á sömu stærð og hjá kvenfrumönnunaraðilum. Þannig að hennar niðurstöður gáfu til kynna að þetta er rauninni val að vera foreldri. Þannig að ef að faðir er umönnunaraðili, að þá mun hann þetta svæði virkjast í hans heila líkt og bara hjá móður. En af því sögðu að þá getum við hugsað þetta líka með tilliti til fæðingarorlofstöku á Íslandi sem gerir feðrum kleift að vera umönnunaraðilar sem að ég tel mjög mikilvægt sem við búum yfir líka hérna í Skandinavíu. Að með því að virkja þá að þá hefur líka rannsóknir einnig sýnt að feður sem að nýta sér fæðingarorlofstöku að þeir eru virkar í uppeldi barna sinna og koma frekar að eins og bara læknisheimsóknum, elda mat, koma þeim í rúmið, baða og þess aftar, heldur en hérna árum áður þegar að feður voru ekki að nýta sér fæðingarorlofstöku og þá voru kynjahlutverki mjög misskipt. Það voru mæður sáum ákveðið, mæður voru umönnunaraðilar sem veittu huggun og annað og feður voru meira í því hlutverki að vera leikfélagar barna. En með fæðingarorlofstöku þá þetta breyst. Þannig að mín rannsókn er í rauninni að skoða tengslahegðun íslenskra barna á aldrinum 3 til 5 ára. 4 sveitarfélög voru tekin út með tilviljunarkenndum hætti og þar eru 40 börn sem eru með mál til vinnslu á barnaverndaryfirvöldum og 60 börn sem eru ekki með mál til vinnslu. Þannig að 1 leikskóli var dreginn út með tilviljunarkenndum hætti hverju sveitarfélagi og þessi 4 sveitarfélög þá getur sagt að séu 15 börn hverju sveitarfélagi. Ég notast við Toddler-Care-index matstækið og öll matstækin sem ég er búin að vera að læra á eru öll gerð til að skima hættu sem er líka mikilvæg í rauninni þekking sem verður að komast inn í grunnskóla og inn í leikskóla til að gera í rauninni starfsmönnum leikskóla og grunnskóla fært að skima fyrir hættu í tengslahegðun barna með foreldri. En upptakan er sem sagt að báðum umönnunaraðilum í sitthvoru lagi með barni og þessi skilnaðartíðni er dálítið há hér á Íslandi að þá í sumum tilfellum er það móðir og amma ef það er ekki umgengni við föður og þess aftar. Öll myndböndin eru síðan sendu utan til greiningar hjá Family Relations Institute svo niðurstöður rannsóknir geta verið birtar í erlendu tímaritum líka. Við erum að skoða tengslahegðun og þá getum við horft til leikskóla og grunnskóla barna líka. Við sjáum ákveðið eins og kannski Magabála þekki líka og Björn og eins og við öll þekkjum að við sýnum ákveðna hegðun og þá má segja 65% allra barna í erlendu rannsóknum eru í öruggri tengslahegðun. Og það sem nokkuð áhugavert að örugg tengslahegðun og þá áttu foreldri sem að sinnir þörfum þínum og þú getur með áræðilegum hætti gert ráð fyrir að foreldri sinni þér. Það er til staðar fyrir þig. Sem að hjálpar börnum síðan meira að explora umhverfi í kringum sig og annað því það getur alltaf leitað í örugga höfn. Þegar við erum að skoða bælda tengslahegðun þá erum við að skoða börn sem að
eru alin upp við harðræði, eru alin upp við alvarlega geðraskanir foreldra, eru alin upp við neyslu foreldra og þess háttar og þau læra það að í rauninni grunnþörfum þeirra verður ekkert endilega sinnt. Þannig að þau fara að sýna öðruvísi hegðun til að fá jákvæða styrkingu frá foreldri. Þannig að þú grætur ekki, þú bara kyngir í rauninni. Og dæmi svona eins og bældatengslahegðun þá eins og dæmi ég var stödd í Róm daginn og þá var ég í verslun og þá var faðir sem stóð með 3 börnin sín og litla stúlkan ítalska 5 ára stóð við hliðina á föður sínum með dökka fallega hári í kjólnum sínum. Og pappina fannst hún eitthvað standa og langt frá henni, þannig að hann gerði sér lítið fyrir að reifa hann upp á hárinu og lyfti henni svona 15 cm og færði hann 80 cm nær sér. Og það heyrðist ekki bofs í stúlkunni. Og þá getur maður ímyndað sér hversu bælt tengslaðin og líka hvaða tengslaðin sýnd á þessum stað fyrir fram að fullt af fólki í verslun á föstudegi í Róm. Hvernig hegðunin þá heima fyrir. Útfærð tengslahegðun og þá erum við að tala börnin sem eru óþekk, sem að barnaverndin gjarna grípur og láta öll illum látum og þá erum við með PMT-OEð og seinna meir þegar við verðum unglingar þá verður ennþá erfiðara og þá erum við með multisystem therapy fyrir þau hjá barnaverndarstofu. En þetta eru börnin sem þetta er ekki framhjá neinum og tengslahegðun verður erfið. En þetta er allt saman varnarhegðun hjá börnum og foreldrar barna sem að glíma við útfærða tengslahegðun eru oft óáreiðanleg. Þau svara stundum vel og stundum svara þau ekki. Og það sem barnið lærir, til þess að mamma svara mér alltaf vel, þá verð ég bara að öskra hærra. Eða ég verð að slá hærra. Þannig að... Ok, en það sem ég þykir áhugavert í rauninni að 65% barna sýna örugga tengslahegðun, almennt, að þá eru sænsk börn sem að sýna mjög örugga tengslahegðun, meira en aðra þjóðir, sem áhugavert með tilliti þess að það er það land sem með hvað lengstu fæðingarorlofstökuna og foreldrar geta tekið fæðingarorlof allt upp að 8 ára aldri barnsins. Síðan erum við 21% barna sína bældatengslahegðun og svo 14% barna sína útfærða tengslahegðun. Þetta er rauninni bara tengslamötin og þetta er tengslamati sem ég að nota í minni rannsókn, þar sem við sjáum þessa tegund hegðunar hjá börnum. Þetta er síðan fullorðins matstæki, þar sem við getum séð miklu þroskaðri tengslahegðun. En það sem er kannski áhugavert þegar við skoðum eins og þessa tengslahegðun og upp á 5 ára aldurs og svo þegar við færðum hérna lengra, að það er svo margt mikilvægt að gera í lífi barns þegar það hefur segna á skólagöngu. Af því þá er það kannski fyrst að stíga út fyrir heimili þar sem öryggi er gríðarlegt og örugghöfn og það er að mynda svona social relationship við kennara, við samnemendur og fyrir að máta sig í félagahópi. Þannig að oft á tíðum er þetta kannski mikilvægasti tíminn af því þau hafa verið í ákveðnu öruggu umhverfi í leikskóla fyrir. Nú veit ég ekki hvað ég á að segja ykkur að ég hef alveg getað farið alveg djúpt í þetta allt. En mikilvægi þess í rauninni að börn sem er í öruggum tengslum og ég hef verið að ræða þessa niðurstöður að því nú er ég komin langt með gagnaöflun á Íslandi. Og það verður svolítið áhugavert að sjá að því við erum að sjá hækkandi tíðni, ofbeldis, neyslu og alls konar í þessu COVID ástandi, þar sem að svona ógnir steðja að. En það verður svolítið áhugavert að sjá hvernig íslensk börn kom út úr þessu og það verður kannski áhugavert að heyra Margrét Páll tala það þegar Sæunn Kjartans hún vildi meina að við segjum kannski meira af stelpum í öruggri tengslahegðun B og kannski meira af strákum sem var að sýna meiri svona acting out tengslahegðun. Á sama tíma við sjáum finnska drengi sem sýna meiri bældatengslahegðun sem að er ekki slæmt, svo framalega sem hún er innan viðmiðunarmarka marka, hún sé ekki hættuleg. Þannig að, já, það stuttur tíminn, það er kannski ekki hægt að fara neitt mikið djúpt í allt. En í rauninni forsendur til að geta meðtekið nám og annað, það er að þið líði vel og þú sért í umhverfi sem að er heldur vel utan í þig. Og það er kannski eitthvað og það líka það sem að kannski rannsóknir að líka sýnt að börn sem að eru í skólaumhverfinu lengi, í leikskólaumhverfinu lengi, að þau verða oft overstimulated. Þannig að það kannski í rauninni kannski að stytta skólatíma og auka viðveru heima hjá foreldrum þar sem allt er í lagi. En já, þannig að þetta er svona mitt innlegg. Ég sé að þið eru kannski meira í skólaumræðinni, en í rauninni grunnur að því ég hef oft sagt þegar ég byrja fyrirlestra hver man ekki eftir því að hafa verið í grunnskóla og setið og horft yfir hópinn og það var alltaf einhver einn sem satt út í horni sem bara brosti og fór lítið fyrir sér og
en var námslega ekkert sérlega sterkur og svo heyrði maður að því eftir á kannski 10-15 ára seinna að barnið bjó við rosalega erfiðar aðstæður á heimili. Það sem var kannski mikil óregla eða ofbeldi eða kynferðisofbeldi eða þess háttar og börn sem búa við þannig aðstæður eru síður líkleg til að geta tileinkað sér nám. Og ef maður spyrir sér spurningu og maður fyrir að hugsa sjálfur þá yfirleitt allir sem geta komið upp með jú, ég man eftir henni. Hún fór aldrei neitt fyrir henni, hún tók aldrei pláss eða eftir honum. Þannig að það kannski og í þessari umræðu núna með breytingu að þá að fara að gera fyrstu stig skimun í skóla til að bjóða stuðning í skóla. En þá að samanskapi segja það er náttúrulega fjármagn að fylgja með þannig að það sé hægt að fara í þá vinnu. Þannig að, já, það er ekki að stoppa þessi skrýningu núna. Hvort ertu hlynntur eða hlynt safnskólum á unglingastigi eða sama grunnskóla út 10. bekk? Rannveig. Er þetta frá Rannveig eða er þetta til Rannveigar? Nei, Ragnar, já, kannski. Hver er þetta svar þessu? Já. Ég skal Margrét byrja. Pála, þú byrjar. Heyrðu, Var ég vel? ég Ok, er til ég skal í að byrja. Hérna, nú erum við þeirri skrýtnu aðstöðu í mínu skólahverfi í... Já, ég skal þagna. Ég rétt upp hönd, ég veifa, en ég laut mjög vingjarnlega í lægra haldi til þess að einhver annar gæti byrjað. En ég hef gríðarlega sterka skoðun á þessu. Ég bakka. Já, Björn, eins og vel. Spurningin safnskóla á unglingastigi er korrekt í dag vegna þess að það er verið að skoða breytingar á skólagerðum í Laugarneshverfinu og Laugardalnum. Og þetta er að mörgu leyti spennandi pælingar sem eru þar í gangi. Við erum með 3 skóla í Laugardalnum sem allir eru sprungnir. Annars er það Langholtsskóli sem er fyrsti upp í 10. bekk og hins vegar Laugarnesskóli fyrsti til 7. og svo Laugalækjarskóli 7. Safnskólanum eins og er í til dæmis Vesturbænum og núna í Grafarvogi, skilst mér. Það er kannski engin ein svona rétt leið eða það er ekkert svona eitt einfalt svar við þessu. Útseil, Björn, við ekki bara fara yfir á Margréti Pálu. Með gleði, ég er mætt hér. Ég hef umtalsverðar skoðanir á skóla bæði upphafi og byrjun að þessi aldur 6-16 ára er að mörgu leyti ekki alltaf að virka og skilið milli leik og grunnskóla mætti þarna vera meira flæðandi að mínu mati að vinna til dæmis með börn upp til 3 ára, síðan 3 til þetta svona, eða 4 ára til 7 ára 8 ára hópur sem á vel saman, en þessi skipti að vera með unglingaskólan þannig að börn séu sama umhverfi og fara svo upp í framhaldsskólan, þessi fyrsta stóra breytingi þeirra, það sem við fara inn í kerfi með fullorðnu fólki, þessi unglingu sem orðnir lögráða, að ég
mér finnst alltaf Ragnar Þorsteinsson, skólamaður og fyrir fræðsamaður í Reykjavík hafa orðið þetta öllum betur þegar hann sagði litlir skólar fyrir lítil börn og stóri skólar fyrir stór börn. Þannig að ég myndi telja að endurskoðun á skóla upphaf og byrjun og hvernig grunnskólinn skiptist, það verið svo sannarlega einna messu virði. Takk. Takk fyrir þetta. Ragnar. Já, eina sem ég get sagt, ég sammála mörgum pæla þýleik að því að við erum með ólíka aldurshópa og það er ólíku þroski og þegar þú komin upp á úlingarstigi þá er komin inn kynþroski og annað sem að væri það eðlilega að úlingar væri saman í skóla og svo samanskap líka börn þegar þeir eru að stíga fyrstu skrefin til skólakerfið. Ég myndi vilja sjá leikskóla upp í 8 ára eða 7 ára, ég er alveg sammála því. Þannig að í rauninni að það verði svona mjúk lending þegar þeir fara inn í grunnskólastigi. Þannig að svona þess að mestu svona væri svona mjúk lending í rauninni að fara í þennan félagahóp og annað, það væri svona auðveldara. Ok, takk fyrir þetta. Ég held við séum bara uppsköpa með tíma en við erum sérst að fara áfram í stefnumótuna sjálfa og það er öllum velkomin að taka þátt í því. Hlekkin á stefnumótunarfundin er bara hérna inn á pyridar.tv fyrir þennan viðburð og þið getið kíkt á hann. Ég held áfram að stýra og byrja ykkur velkomin en við ætlum að taka 5 minútna pásu og byrja 5 minútur yfir 5 minútur yfir 9. Hittumst þar á nýjum hlekk.